Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin til að ræða kynjafræðina og kynjafræði skólum. Svona sérstaklega Þorsteinn Vaf Einarsson og Hanna Björgu Vilhjálmsdóttir, kynjafræðingar og kennarar. Verið velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, umræðan hefur nú væntanlega ekki farið fram hjá ykkur, þar sem hún fer nú svolítið svona miklu leyti fram ykkur og það sem þið gerið, kenni kynjafræði í skólum. Það var fréttir af Snorra Másinni og hann hafði komið fram á TikTok og svona skotið föstum skotum að þessu kynjafræðiskólu sem að áður var algjörlega svona einróma samþykki fyrir að innleiða, ekki fyrir fleiri árum en bara 5. Hvers vegna er þetta bakslag, Þorsteinn? Byrjum á þessu létta. Já. Hvers vegna er þetta bakslag tengt kynjafræðinni? Ég hef nú ekki eitthvað stutt, skýrt svar við í hvers vegna, en þetta er bara stigmögnun. Þetta er áframhaldandi stigmögnun á einhvers konar, ég veit ekki hvað ég að segja, andúð á hinsegin fólki og fjölbreytileika fólks. Kynjafræðin náttúrulega fæst við það að útskýra alla þessa hluti og fræðum það og út frá hugmyndum vald og missetti. Þannig að þetta er svona, ef að segja, eðlileg framvinda af því bakslagi sem að hefur verið að berja á helst transfólki síðustu árin. Og nú erum við bara komin einhvern veginn ennþá lengra og við ætlum að fara í að strá einhverjum efasemdum um heilindi okkar, heilindi kennsluhátta okkar og í rauninni kynjafræðinar í heild. Þetta er bara svona, það sem við sjáum til dæmis í Bandaríkjunum og það er náttúrulega bara eiginlega sorglegt ef að segja sérstaklega hjá pólitíkusum sem að virðast vera frekar hliðhollir einhvern veginn íslenskri menning og arfleið, að það séu þeir sem að sé að flytja inn bara algjörlega liggur við orðrétt og hrátt beint frá Bandaríkjunum, beint frá pólitík sem að fyrir ekkert mjög mörgum árum flest okkar vildu fjarlægja sig frá, flest okkar voru tilbúin til þess að fordæma, en núna ætlum við að flytja þetta inn algjörlega gagnrýnslaust og mér þykir það bara sorglegt svo vægt sé til orða tekið. Þetta er sammála þessu, Hanna? Já, algjörlega, og svo skrítið hvernig það er áhrifamikið að spila svona inn á tilfinningar fólks og óttann og hvernig fólk getur brugðist við með háværum hætti og þú veist, þetta verður svona ákveðið smitt. En svo er þetta líka einhvern veginn, það er svo margir linkar í þessu einhvern veginn, hversu mikið eigum að gefa þessu súrefni og tala þetta. Fyrst var ég bara þar, ég ætla bara þegið í hel einhvern veginn og hélt að það myndi, þú veist, bara ganga og vildi einhvern veginn ekki, þú veist, blása súrefni í umræðan og einhvern veginn kannski, svo fær hún einhvern veginn í einhverjar áttir sem að ég væri mjög ósammála en þetta er svo skrítið og þetta byrja, fyrstu einkennin sá ég í kennslustofunni með þessa, transumræðuna. Já. Það er, og það er svo svakalegt hvað fólk, náttúrulega, ungt fólk, ef það heyrir einhvern sem að hefur formlegt vald og fólk svona almennt ber virðingu fyrir til dæmis embætti viðkomandi og viðkomandi segir kynir bara 2 eða þú veist tala niður eða einhvern veginn smættar fjölbreytileikann akkurat þarna að þá verður það lögmæti þá veitir það lögmæti til dæmis eins og nemendum bara segja í tíma og þetta er í einu skiptin sem að ég á svolítið erfitt með mig í kennslustofunni þegar ég set með hinsegin krakka þar á meðal trans og það segir kannski einhver, ég er ekkert að segja að það hefur gerst oft en þetta hefur samt gerst
í hvað get ég þá bara skilgreint mig sem lampa. Þið vitið. Þetta sko, og þú veist, og fólk, hérna, já, þannig að... Og maður bara, já, ef þú vilt. Eða þú veist, já, svo líka þetta er bara... En þetta er svo, auðvitað ég veit það, og það sem að, já. Þetta er svona forheimskun umræðunar. Já, algjör, sko. En svo þarf, og þetta er náttúrulega bara reyna náttúrulega á bara fagmennskun okkar þegar við sitjum frammi fyrir þessu og þurfum að einhvern veginn að svara og útskýra og einhvern veginn fá krakkana til þess að einhvern veginn opna hugan sinn. En það er líka annað, sko, í þessu bakslagi og þessari umræða allir, þá er náttúrulega vegið stórkostlega fagvitund okkar og fagmennsku og að við séum að gera hluti sem eins og einhver innræting á einhver hugmyndafræði, sko, og það smætta þetta niður hugmyndafræði, það er nú eitt, sko, en já, þannig að þetta er bara dálítið alvarlegt, sko. Já, sorry. Já, alltaf, já, af því að þú minnist á einmitt þetta svona, fólk með eitthvað svona status í samfélaginu og þar eru alltaf pólitíkusar bara eiginlega toppurinn á áhrifavalda listanum og ég sá Sema hún skrifaði svolítið góða greiningu á þessu. Hún sagði að við varum komin á mjög undarlegan stað þar sem að svona áhrifafólk væri farið að benda fingrum á einstaklinga í samfélaginu. Fannst þú mikið fyrir þessu, þú veist, eftir gagnrýni Snorra og hvað varst eiginlega að tala um Snorra í tímanum? Einmitt. Nei, ég verð nú að segja það sko ég er náttúrulega bara nýbyrjar að kenna, bara segjum það bara hreint út, sko. Ég hef enga reynslu í kennslu samanborið við til dæmis Hönnu og fleiri kanónur í sko kynjafræði kennslunni. Ég er vissulega kynjafræðingur en hef ekki verið að kenna og líka kennari, en hef ekki verið að kenna nema bara síðan í janúar. Svo við höldum því til haga. Þannig að ég hef upplifað bara ég að tjá mig jafnréttismál í gegnum svo sem samfélagsmiðlar minna, þá hef ég upplifað töluvert stærri storma og harðari, hvað maður að segja, harðari gagnrýni. Þetta var svo mikið púðurskot og loftlaust einhvern veginn. Þetta, þrátt fyrir að sannarlega, eins og ég hef líka bent á, þá er þetta bara að spila upp í hendurnar á þeim sem hvort sem eru aldrei að fara að hlusta á einhvern feminista eða kynjafræðing eða neitt. Þetta var bara til þess að svona aðeins að klappa upp, halda heitum ég veit það ekki. Þetta var svona bara populista múf. Já, þetta var, en ok, hvað var ég að gera þannig? Svo ég svari því bara hreint út. Sko, við verðum átt okkur á því að þessi maður sem við ætlum nú reyndar ekkert mikið að tala um, eða ekkert, þessi þingmaður, Snorri Másson, hann fyrir það fyrsta, hann áhrifamaður sko á samfélagsmiðlum. Og það er ofta eitthvað svona í gegnum tíðina sem og þú kannski veist það betur af því að þú ert búin að vera að kenna okkur fólki lengi, að það sem hann er að setja út á samfélagsmiðla, það lekur oft inn í kennslustofuna. Hefur aldrei gerst það? Sko, ertu að meina frá allt svo að mínu frumkvæði? Nei, að nemendur eru að sjá efni frá honum á TikTok. Já, og spyrja, meinar. Já, og jafnvel taka inn í kennslustofuna. Já, sko, það hefur ekki frá honum, en það hefur alveg gerst. Ok, þannig að... Eins og það með skills á sínum tíma. Já. Þú veist, það væri svona þá dæmum, já. En þegar að hann tekur mig þarna fyrir, þú veist, þá bara samstundis það hjá öllum mínum nemendum. Þú veist, þannig að það er næstum það fyrsta sem ég frétta af þessu, þar að nemendum mín eru, varstu búin að sjá þetta? Og ég er svona, áhugavert, þau eru bara alveg með þetta. En það sem að ég var að gera og það sem að hefur farið í taugarnar á honum greinilega, er að ég er að sýna kastljósviðtal. Ég er að sýna kastljósviðtal sem að hann fór í og þetta var í vikunni þar sem að ég var að útskýra kyngerfi, trans, ég var að fara yfir svona grunnhugtök og ég er svona að prófa nýjar leiðir að því ég er að lesa og þá fæ ég svona smá rými til þess að pröfa mig áfram í kennsluaðferðum. Ég er semst með svona smá input eða nemendur eru eitthvað svona finna svörin við hinnum ýmsu hugtökum og spurningum og svo
er ég með umræðutíma þar sem að ég er með einhverja kveikju sem tengist því sem var lagt inn eða var verið að vinna með, kveiki umræðuna og svo fara þau bara í hópa og eru að spjalla saman. Þannig að þetta viðtal kemur bara upp í hendunar á mér, ég hugsa þetta er nákvæmlega það sem er að fara yfir og ég spyr þau, hafið þið séð þetta hérna í kastljósinu og þetta er enginn að horfa á kastljósið, þú veist, sem er 17 ára. Og hérna, þannig ég ok, frábært, þá er ekki endurtökun eitt. Hörru, þetta viðtal var hérna í gærkvöldi, þetta fjallar svona, já, þetta er svona tengt því sem við erum að tala um. Og var ekkert að útskýra innihaldið, var ekkert að segja neitt meira. Hérna er bara þingmaður og hérna þetta eitthvað, kveiki á þessu. Og svo bara, herru, já, nú er viðtalið búið, herru, í hópana með ykkur og hér eru svona hjálparspurningar, en bara ég hvet ykkur til þess að rökræða og eitthvað. Og fyrsta spurningin, hvað var þetta viðtal? Þau áttu að komast að því sjálf. Hvað var þetta viðtal? Og svo einhverjar 3 ára spurningar. Ég var nákvæmlega ekki neitt að tala hvorki Þorbjörgu né Snorra. Ég var ekki að nota þetta í neinum öðrum tilgangi heldur en bara að örva umræðuna og þetta er í gangi í samfélaginu og er það ekki kennari sem er á tánum að fylgjast með samfélagsumræðinni og þú veist, sérstaklega í svona fæi og hjálpa nemendum að greina hvað er í gangi í samfélaginu þeirra, í kynjafræði. Hvað þá viðtalsþættir sem að fjallar akkurat það sem þau eru að læra þá og þegar. Því bara í alvörunni, það hefði í rauninni verið heimskulegt að taka þetta ekki inn. Og svo skal ég alveg segja eitt að hérna í allra fyrsta tímanum þá sannarlega sýni ég frá Snorra og reynda nokkrum öðrum svona áhrifavöldum götunar. Þá hérna, það er sem sagt, ég klippti saman vídeó þar sem að ég kallaði að sérfræðingar götuna voru að útskýra kynjafræði. Semst menn sem eru ekki kynjafræðingar voru að útskýra hvað er kynjafræði og þannig sýni ég örstutta klippu af Snorra í pontu Alþingis að segja meðal annars að í kynjafræði sé strákum kennt að náttúrulegt eðli þeirra, karlmennskan, sé alltaf á einhvern hátt eitruð. Og þetta er meðal annars það sem að ég sýni nemendum, opinbert efni að þessum þingmanni og nokkrum fleiri aðalum sem að eru hreinlega að bulla kynjafræði. Og svo segi ég við nemendur að hérna, já, ég vona að þið viti betur en þessir einstaklingar hvað kynjafræði er eftir að hafa setið þennan áfanga. Þetta er svona inngangstíminn. Þetta er allt og sumt sem ég hef rætt þennan þingmann en hann dregur þarna ályktun byggð á aðsendri mynd frá einhverju nemenda og ég get ekki talað það en hérna þú veist, og svo er hann bara tilbúin til að draga skonar ályktanir ekki bara mig og fagmennsku mína en hann lætur það ekki duga. Nei. Hann fer alla leið og segir þetta staðfestir hugmyndir hans kynjafræði almennt. Hversu alvarlegt er það? Í alvörinni, hversu alvarlegt er það? Nefnilega, sko. Það kannski segir manni að hann hafi verið að leita af einhverju ástæðu til þess að hérna, bera þetta torg. Já, eins og svona þessi hugmyndafræði sem hann aðeinlegst gerir svolítið, að týnir svona eitthvað til og það er aldrei neinn dýpt í því og aldrei sko sjaldan rök og sjaldan þekking. Það er bara svona gripið eitthvað hérðan og þaðan og það er rosalega erfitt að taka svona pólitík alvarlega af því ég segi áhuga konun stjórnmál bara almennt. En sko hérna að segja svona í ræðustól og svo er ég búin að sjá fullt af fólki, eða svona, ok, ekki fullt, en fólk svona málsmetandi, fólk sem hefur ágæti sjálfsvirðingu, það er einhvern veginn pínu, afsakið sig að hlæja. Mér finnst þetta bara pínu hlægilegt, að það er að tjá sig kynjafræði og það veit ekkert, það veit ekki neitt hvað hún er. Þú veist, og hérna... Þú veist ekki, ég held að Sólveig Anna hafi kallað þetta píkupólitík. Kynjafræði? Já, eða svona þessa umræðu hérna, einhverja feministka umræðu, já, einmitt, sko, en já, þannig að sko, það náttúrulega er svo svakalegt og mér langar kannski bara að segja ykkur hérna, ég er að kenna 2 hópum núna og samstarfskonur mínar 2, það eru 5 hópar í gangi í kynjafræði Borgó þessa önnina. Og hérna, við erum búin að vera að taka þau í viðtöl sem að, þú veist, bara hluti á námsmati skólans, þannig að við tökum þau í viðtöl og spyrjum bara hvernig líkar þér og hvernig, þú veist, finnst þér það ganga og allt þetta. Og meðal þess sem við spyrjum er bara hvernig líkar þér áfangin og þau eru bara, það var enginn, ég skil ekki okkur ég að vera þarna. Það var enginn sem sagði það, eða kannski 1 eða 2, þú veist, af allir í hjörðinni. Sem að hérna, þú veist, og sko, þannig að raunveruleikin hann er bara svo algjörlega annar heldur en
nokkuð sem að upp á okkur klagað, þú veist, þannig að... Já, mér þótti, af því að ég er svona nýri þessu, ég veit ekki hversu mikið ég má tala nemendur mína. Þú má tala þá svona almennt, já. Að sko, það einmitt, ég líka semst með viðtöl, og ég með 120 nemendur eða eitthvað, og hitta það einslega til þess að ná þessu spjalli, bara hvernig, það er enda tengt einu verkefni sem við erum með núna, en ég nota tækifærið, og einmitt spyr bara almennt, og það einmitt, þetta rýmar algjörlega við mína upplifun, það eru sannarlega nokkri sem að svona segja að þeir hefðu aldrei valið kynjafræði, en þetta sé ekkert eins og þeir héldu. Og svo líka þótti mér sérstaklega vænt það að þeir nemendur sem að höfðu séð þetta TikTok dæmi og svo veist einhver annar svona áhrifavaldur á samfélagsmiðlum eitthvað að drullið ekki skilst mér, mér þykir svo vænt að nemendur komi að fyrrabræði, jafnvel nemendur sem ég hef ekkert endilega átt mikil samskipti við tímum eða er að hafa sig fram í tímum, koma til mín og segja þetta ekkert alveg rétt sem að vera að segja þig og ég er svona, takk fyrir að segja mér þykir vænt að heyra og gott að, þú veist, að því mér fannst ég ekki vera að gera það sem er verið að segja og En það er allavega svona ljósa punkturinn í þessu, það er eins og þessir náungar sé þá allavega ekki að tala til krakkana. Já, en þeir eru að ná til þeirra. Já. Það er alveg eitt, sko. Já. Það veit bara það til að akkurat mínir nemendur skilur vita eitthvað annað heldur en kannski vera að mála upp. Já. En allir hinnir gera það ekki. Já, það er akkurat málið, sko. Og já, akkurat. Og má ég kannski segja eina pínu persónulega sögu sem svona er svolítið tengt þessu og það er, sko, kemur svo endalaust á óvart að ég er sem búin að kenna kynjafræði í Borgá frá 2007 og frá degi 1 þá er ég búin að vera á ballettskóm. Af því að ég veit alveg að ég get, sko, hvaða dag sem get ég sagt eitthvað sem að getur unnið svo gegn mér og svo gegn fæinu að það er bara katastrófa. Þannig að, þú veist, að það er engin íkja að segja að ég sé á ballettskóm og ég passa mig ofsalega vel. Og svo er ég líka bara búin að ákveða bara í öllum frumunum í líkamanum mínum hvernig kennar ég ætla að vera sérstaklega í kynjafræðinni. Nema hvað, það bara verður til einhver góðsögn inn í Borgó að ég hati karla og hati stráka og ekki bara það heldur að ég haldi því fram að allir strákar nauðgi og þið getur bara ímyndað hvort ég hef einhvern tímann sko komist nálægt í að segja nokkuð svona nema hvað að svo eru þau að koma með til mín og ekki bara í viðtölum heldur bara hann að kemur, þú veist, já, ég held að vera allt öðru í sig. Svo er ég náttúrulega, auðvitað er ég stór og ég tala hátt og ég virka oft aggressífi, svo er ég ótrúlega ljúf. en allavega þá komuðu einmitt að fyrirbræða og það er svo dásanlegt að þú ert ekkert eins og ég var búin að heyra. Og ég var alveg, hvað ertu búin að heyra? Bara að þú hatir stráka og þú ert alltaf að tala um allir nauðgi og ég bara svona, út af hverju, hver segir það? Ég veit ekki, ég er bara eitthvað vinir mínir og ég er búin að vera að reyna að fatta. Þetta bara hefur þetta er svona sjálfstæð góðsögn og það er alveg sama hversu margir koma til mín og fara út aftur og heyrum aldrei segja þetta, heldur þvert á móti og allt þetta. Svo skrítið. En vissulega er auðvitað, óháð þessu bakslagi, þá er það auðvitað þannig að kynjafræði er ekkert óumdeilt, skilur mig. Það eru, ég meina það er verknáms, það er stór hluti að Borgarholtsskóla eru verknámsnemendur og þetta er ennþá karlafög og þeir eru margir súrir og finnst þeir ekki eiga erindi í kynjafræðina og þú veist og þeir kannski eru bara með málefnalega rök en stjórnendur í Borgó eru bara alveg glerharðir í því. Við erum ekki bara undirbúið okkur til þess að gera við bíla, við erum líka undirbúið okkur sem manneskjur og það er bara hluti af lögbundnu hlutverki skólakerfisins. En þannig að sko, það er kannski líka alveg, má alveg tala um það líka, þetta er ekkert óumdeilt fag og krakkarnir, sumum finnst þetta bara ekkert ofsalega skemmtilegt, en ég meina halló, þú veist, er einhvern sem finnst allt skemmtilegt. Þú veist, þetta er auðvitað líka bara fag, þó þetta hafi allt önnur markmið heldur en sko stærðfræðikennsla.
Þetta bara, við erum að vitundavekja, við erum að þjálfa gagnrýna hugsun, við erum að þjálfa þau í að greina umhverfið sitt, við erum að gera allt öðru sér hluti sem líka svo frábært af því að það líka ákveðin svona kennslufræðileg nýjung, hvernig þetta gert. Við erum með mjög nýstárlegar kennsluaðferðir. En svo náttúrulega líka ákveðin skörun við til dæmis félagsfræðina, þú veist, og ég fæ stundum svona það sem að nemendur upplifa að þau séu svona að fá upprifun eða endurtekningu á einhverju, þannig að það er þetta líka nátengt félagsfræðinni, en það er eitt sem að mér finnst svo þreytandi og nú hef ég ekki verið lengi í þessu að það er þessi umræða sko að kynjafræði sé ekki fræðigrein og að kynjafræði sé svo pólitísk og þá skil ég umræðuna þannig sko að þetta snúist á það að kynjafræði, vandinn sé að kynjafræði sem fræðigrein, hún er ekki fræðigrein, en ef hún var í fræðigrein þá er hún svo ógeðslega pólitísk, en hvað með, þú veist, allt hitt? Hvað með allar hina greinarnar? Ég bara sagnfræði og sagan er svo bullandi pólitísk. Og bara heimspeki. Svo er þetta bara mjög fátt sem að snýra bara manneskjunni sem er ekki pólitískt. Akkurat, það er málið. Það er þetta, hvernig búið að gildislaða orðinu í hugum margra er auðvitað agalegt af því að þetta, af því að þá ertu bara útiloka alla borgarivitund. Þú ert bara útiloka alla þáttöku og all lýðræði. Ef þú hleður orðið stjórnmál eða pólitík neikvæðum formerkjum. Við erum í bullandi og ég hef átt þetta samtali í öðrum útvarpsþáttum og sagt bara, það er bullandi pólitík í kennslustofunum minn alla daga. Bara í hver skitt sem ég fer inn og ákveð hvað ég ætla að tala er pólitík, skiljiði. En svo getum við talað um flokkapólitík og svo getum við talað um pólitíska hugmyndafræði og allt þetta. En það er líka svolítið áhugavert að þegar við erum að tala um þetta, pólitíkin, ákveðin hægri vængur seti sig á móti kynjafræði pólitík, sem segir okkur þá að þeir eru að setja sig á móti þá, því sem að þeir eru að kenna, sem er þá bara samfélagsvitund í rauninni. Og bara algjörlega og jafnrétti, það eru þetta ákveðin, ég meina erum við ekki, ég held að allir á Íslandi séu sammála um það að ef að jafnrétti er ákveði gildi, að þá erum við að innræta jafnrétti alla daga alltaf, við viljum gera það nema þeir sem vilja halda valdatengslunum skökkum í samfélaginu, nema valdahópurinn sem að vill ekki sleppa forréttindunum sínum, skilur við hverju menna en annars, því að það hefur líka verið að tala um innrætingu í þessu samhengi, ég meina, er ekki góðvild innræting, er ekki hlýðni innræting, er ekki nám innræting, akkurat, þú veist, þannig að orðið innræting það er líka búið að hlaða það einhverju neikvæðu. En hvar liggur þessi misskilningur? Ég meina, þessi sem gagnrýna kynjafræði í skólunum sérstaklega, hvað vill þetta fólk meina, hvað halda þau að það sé verið að kenna? Og versus hvað eru þau svo að kenna? Já, ég held að því ég er reynslu með þetta. Jú, heldur betur. Þau halda gjarnan að við séum að kenna að fórnarlambavæða stelpur, samt stelpurnar eru, það er eðlis ekki stigsmunur á viðhorfum kynjana til fagsins. En að einhvern veginn, strákar, ungir karlar, eðlilega, geta þeir verið smá svona forréttindafirrtir. Þeir geta, að það er bara þannig, ef þú vilt nota einhverja mælistika á það, hversu mikill rasismi er einhverju samfélagi, þá spyrðu ekki hvítt fólk. Veitir hvert er að fara? Þannig að, þú veist, þannig að þau bara svona, hvað ákvörðu ættum við að þurfa að pæla í þessu? Og til dæmis, þannig að ég held að það sé svona fyrst og fremst, það sem við erum að gera. Við erum að reyna að byggja staðalmyndir. Við erum að reyna að fá til dæmis stráka til þess að skilja hversu heftandi það getur verið að vera svona fastur í bláa bóksinu, að til dæmis bara ég bara spyr þá, er sanngjarnt að þið séu aldrei upp í því að fá ekki að gráta? Og þá eru þeir búin að staðfesta því að ég byrja á hugflæðinu, og hvað er karlmennskan, hvaða kröfur eru gerðar til ykkar? Og þau bara koma með, ég skrifa allt upp og svo förum við að rýna í þetta. Og þarna er líka misskilningurinn, að því að við höfum talað um skaðlega karlmennsku, sem er skaðleg þeim og öðrum, skilur, en þetta er togað á samhengi og gert bara, strákar eru bara ómögulegir, eins og Þorsteinn var að segja þarna úr ræðinu á Alþingi. En svo er þetta forvarnir fyrir kynferðisofbeldi.
Við tölum mörk, við tölum samskipti og við tölum kynlíf og við tölum klám. Ég meina, sko, mér langar að taka eitt dæmi, að þegar ég byrja á umræðan klám, að þá byrja ég, ok, krakkar, ég byrja því að segja, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, punktur. Ég dæmi ykkur, ég segi þetta ofta á önninni, ég er ekki hér til að dæmi ykkur, punktur. Heyrðu, svo segi ég, ok, nú ætlum við að byrja að tala klám og ég skrifa klám og 2 punktur upp töfluna, segi mig hvað er í klámi og svo fylli ég töfluna af alls konar, allt frá nemendum, ég bæti engu inn. Og svo fyrir við að rýna. Ok, og svo hérna skoðum við, hvaða áhrif getur þetta haft? Förum að skoða til dæmis hvernig konur eru niðurlegar og beittar ofbeldi. Ok, og svo tengjum við aðra breytin í þetta. Ok, rannsóknir sýna að strákar eru niður í 7 ára þegar þau sjá fyrst klám. Óvart. Og svo er endurtekning, er þið með mér. Og þetta er sko hvað, 10 árum áður en að byrja að stunda kynlíf með öðru fólki. Að meðaltali. Já, akkurat. Já, að meðaltali, nákvæmlega. Vissulega, takk fyrir þetta. Hérna, og sko, svo spyr ég, ok, hvað er líklegt að strák langi til þess að gera með, segjum hans í gagkinnur, með stelpu, þegar hann verður 16 eða 17 eða 18 ára, ef hann er búinn að sjá klám reglulega frá því hann var 7 eða 8. Og hefur ekki rætt það? Það er enginn sem er að tala klámi, þú veist, neinstaðar. Hvað er líklegt að hann vilji gera? Og aftur, skoðum þetta frá henni hliðinni. Stelpur horfa ekki eins mikið á klám, eðlilega því að það er hannað fyrir gagnkynhneigða karla, allt mainstream, eða mest af mainstream klámi. Sko, en þær sjá þetta, að þau eru forvitnar og allamanna. Ok, hvað ætli stelpa haldi kynlíf, ef hún er búin að sjá þetta frá því hún var kannski 10 ára og þá hún til hún er 17 og hún fer og er gagnkynhneigð og stundar kynlíf með strák, ég meina hvað er líklegt að geti gerst? Og þegar við teiknum þetta bara upp svona og ég spyr spurningarna, þau kom með svörin, skilur, þetta erum við að gera. Og svo á endanum segi ég, krakkar, markmið er ekkit endilega þið hættu að horfa á klám, samt pínu. Af því að við erum jú búin að vera með að dokumentera fyrir aftan mig allan tíman, að hvað er í því, sko. En hérna, en ég segi við þau, ok, málið er að þið þurfa að taka upplýstar ákvarðanir líf ykkar. Þið þurfum bara að vita hvað þið að horfa á vegna þess að þegar þú ert að horfa á klám þá ert að örfa þig. Þú ert ekki með skynsemina, þú ert með bara, það er slökkt á alls konar og það er kveikt á öðru. Þú veist, þegar þú ert að taka þetta inn. Þannig að þú ert ekki gagnrýnin, hvað er ég að horfa á? Út á hverju er alltaf að vera að raskella konur, út á hverju er verið að þú veist, þannig að hérna, þetta er dæmi það sem við erum að gera og þegar við erum að tala kynferðisofbeldið, þá skoðum við bara tölfræði hjá Stígamótum og við bara skoðum bara afleiðingar kynferðisofbeldis, hérna fjöldi brotaþola og hérna við erum bara með gögn sem við erum að skoða og rýna í og hérna og ég bara spyr af hverju nauðga menn? En núna geti eitthvað sagt, bara í gær voru fréttir af því að það virðist vera aukning í tilkynningum kynferðisofbeldi að minnsta kosti til lögreglu og svo er þannig bara 13% af stúlkum og bara úlingsaldri þær hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi samkvæmt einhverju könnun. Þetta er eftir að rannsóknargreining held ég að sé þarna bak við það ekki. Já. Og þetta gerist með kynjafræðinni í skólanum. Er við þá ekki á villigötum með kynjafræðinni líka? Já, meina því að það er aukning í kynferðisbrotum. Já, ég meina hún vinnur ekki á móti. Já, ég heldur þetta sé ekki hluta af sé náttúrulega aukin umræða, aukin vitund, þannig að það kannski skýrir einhverju leyti fjölgunina. En svo náttúrulega já, og líka bara meðvitund af því að ég veit ekki hvað ég hef oft lent í því að, þú veist, og sérstaklega fyrir einhverjum árum, það gerist reyndar sjaldnar núna, að stelpur bara hrundu niður í kennslustofunni og þegar þær föttuðu að þær höfðu verið beittar ofbeldi. Vegna þess að þangað til fram að MeToo pínu að þá kannski bara þú horfðist ekki augu við að þetta var bara eitthvað sem að gerist ekki og ef það gerist eitthvað þá var bara þér að kenna, ertu með mér? Þannig að þú veist, afneitunin
á alla kanta. Þannig að það sé í rauninni upplýsingin sem að sé, já, allavega einhver hluti að því að það er tilkynni fleiri. Ég held að ég hef svo sem ekkert fyrir mig annað en bara það tilfinningu. hefur oft verið talað það, að það sé, og ég man eftir því þegar ég var með druslugönguna hérna fyrir milljónar síðan og þá kom alltaf svona sveifla sko í hérna kringum, sko, þetta var svona 3 mánaða tímabil sko sem var í kringum druslugönguna og hérna alla umræðina þar í kring, þá var þetta svona aukning í tilkynningum og það var hægt að greina þetta í svona kúrfum sko. og við þetta tókum því fagnandi að fleiri sæju fyndu kraftinn sko. Svo náttúrulega líka auðvitað klámvæðingin sko, það sem að því að við tölum lögmæti áðan, hvernig fólk fær lögmæti fyrir því að segja hluti og gera hluti, að þá auðvitað þeim meiri sem klámvæðingin í samfélaginu, því meiri hlutgerfing sem að stelpur verða fyrir. Ég meðviti hérna tvíhyggjuna, því hlutgerðar sem stelpur verða fyrir, eða sem, því meira sem það eru hlutgerðar, bara stelpur almennt og í auglýsingum og allstaðar, og þá erum við í raunin að kenna strákunum okkar hvernig þeir eru að horfa á stelpur. Þannig að sko kynferðislega tilkallið verður rosalegt og þú veist, og þetta eru þetta bara góðir strákar sem eru að gera vonda hluti. Þannig að þú veist, ég býst við að það sé hluti skýringar líka. En síðan alltaf einmitt, bara svo drægi þetta, hvað ég segi, ekki saman, en svona það kynjafræðin og allir ángar hennar og það að horfa einhvern veginn á, samfélag og lífið út frá augum kynjafræðinar og út frá kynjum valdatengslum og allt þetta náttúrulega brjálæðislega flókið og þú veist, ég fertur hvítur forréttindakall, ég ennþá að læra bara dýptina í þessu og ég með dýptina í forréttindunum og hvað áhrif það hefur og svo framvegis. Þannig að kynjafræði framhaldsskóla fyrir 17 ára krakka sem ennþá eru með óþroskaðan framheila og hafa takmarkaða lífsreynslu og hvað þá eitthvað svona spektrum á lífið, þá erum við náttúrulega bara að fara í grunninn. Við erum bara að fara í grunnhugtökin og við erum alltaf að tengja þeirra reynsluheim. Við erum ekki að kynna neitt fyrir þeim lífið eða klám eða kynferðisofbeldi sem þau nú þegar kannast ekkert við. Nei, þú veist, þannig að við erum frekar að setja það í samhengi og ég fæ svo oft líka að já, ég kannast alveg við þetta en ég vissi kannski ekki þessi hugtök, ég vissi kannski ekki að þetta væri þetta eða bara já, herru þegar þú segir það þá, þú veist, það er kynjafræðin og það er sérstaklega kynjafræðin allan eins og ég kenna hana í framhaldsskólum að fá þau til að tengja saman punktana í sinni eigin tilveru og vera meðvituð meðvitaðri sína eigin tilveru og að það eru alls konar félagslegir þættir og hlutir sem að hafa áhrif á okkur sem við jafnvel höfum ekki hugmyndum og það eru fullt af hlutir sem hafa áhrif á mig í dag sem ég hef ekki hugmynd Akkurat, væntingar og líka og einmitt að sko skilja og fatta einhvern veginn hvað væntingar annar stjórna hegðun okkar og hvernig við getum sett meðvitund í hegðun okkar með því að hugsa og afla okkur þekkingar og upplýsingar og eiga samtal og það er samtali sem að er svo ótrúlega mikið nám í af því að þau eru að hlusta á hvort annað, þau eru að svara hvort öðru og það er ákveðin fegurð í þessu sko og svo náttúrulega brjálæðislega mikið nám líka Já, svo er þetta er en hvers vegna haldið þið að það sé talað svona þetta nám mitt, það sé nú ekki alveg vísindagrein Ég held að sé að því að fólk vill ekki jafnrétti ég held að sé, veistu það, Steina ert ekki sammála mér Sko, ég hef velt þessu mjög fast fyrir mér að því að ég trúi því góða í fólki og ég trúi því að jafnvel fólk sem hefur algjörlega sko, pólitískar skoðanir á lífið, ég trúi því samt að einhvers staðar séu þau samfærum að þau vilji vel en út frá minni þekkingu þá er alveg augljóst að tala niður kynjafræði það er ekki að gera neinu nema einhverjum mjög afmörkuðum hópi gagn. Þú veist, það að koma í veg fyrir, svo tölum bara heimsækjum Bandaríkin og þetta sem er aðflutt að banna kynjafræði, að banna hinseginleika, að banna tiltekin orð, þá erum við ekki bara að vega kynjafræði,
þá erum við að vega að frjálsri hugsun, við erum að vega gagnrýnu samtali, við erum að vega að sko lýðræðinu bara í sjálfu sér. En ekki bara fólk sem að vill það, Steini? Ekki bara fólk meðvitað og ómeðvitað heldur að segja að gera gagn og vill vera gott en á þessari skoðun, þú veist, að það í rauninni vilji bara sko óttist sín forréttindi sem að þau náttúrulega upplifa ekki sem forréttindi heldur tilkall. Já, mannréttindi þeirra. Akkurat, mannréttindi þeirra, nákvæmlega og leið og við förum að rugga þessum valdatengslum og það bara þannig að þegar við tökum forréttindi frá einhverjum hóp eða einstaklingi þá upplifir viðkomandi hópur eða einstaklingur kúgun. Af því að hann hefur bara tilkall til forréttindana og ég held að þanga til að þessi hópur fattar að þetta kemur í baki á þeim, að við munum búa við meiri ófrið, þeim mun meiri ójöfnur, þeim mun meiri ófriður og það sem allir tapa. Þanga til að fólk kemst þangað bara í vitrænum skilningi, þá held ég að það verði andstæðingar. Þanga til fólk kemst þangað og við erum að reyna að komast þangað, við erum að reyna að fá að því við viljum öll frið. En þú veist, og það er bara svo margt sem þarf að gerast áður en að verði friður. Til dæmis að konur komist að friða borðinu. Þið veitir, að sem að, og auðvitað kynjafræði í framhaldsskólum valdefling fyrir öll kyn. Þú veist. Að því þú talar öll kyn, þá sá ég veit ekki hvort ég sá hérna Pál Óskar í Gísla Marteini síðustu helgi. Já, svona almennt séð á mínu Facebooki allavega voru flestir mjög hrifnir, en einhverju voru það ekki og vilja meina það að nú sé búið að flækja umræðina sko líffræðilegt kyn versus kyn og kyngervi og nú er ég með 2 kynjafræðinga sem geta kannski bara útskýrt nákvæmlega hvað verið að tala eiginlega. Eru allir búin að missa þráðinn? Sko, ég bara hvet fólk til þess að fara inn á Vísindavefinn og bara skoða svar þar. Ég held að spurningin sem að leiði ykkur réttan veg þarna eru kynin bara 2 eða eitthvað svona og þar heldur þetta Arnar Pálsson, hann er líffræðingur, prófessor í líffræði og hann bara svarar þessu mjög, mjög ítarlega og fer yfir allar þessar líffræðilegu flækjur í tilveru mannsins og dýra og held ég plantna líka og hann bara útskýrir þetta. Ég er ekki líffræðingur, þannig að ég er kynjafræðingur, ég er ekkert mjög góður þarna en sko, í rauninni erum við átt að eyða tíma, ég segi ekki verja tíma, ég segi eyða tíma í að tala um eitthvað sem skiptir engu máli. Það er að segja, skiptir fólk engu helvítis máli í alvörinni. Hvaða máli skiptir þetta? Sko, fyrir að fyrsta þá var það staðreynd að líffræðilegur fjölbreytileiki hjá dýrum, plöntum og mannfólki er ofboðslega mikill og ég ætla að leyfa mér að segja það er bara einhver afleiðing af nýlendu stefnunni sem við erum að glíma við hérna að maður og kona eigi ástfangin og tiltekin tegund af einhverju tilvist okkar sé á einhvern ákveðin hátt. Veröldin eigi að vera bænari bara. Já, algjörlega. Þetta er afleiðing af einhverju sem við ákvaðum hvíta fólkið Ok, ég ætla ekki að fara svo langt með þetta en Judith Butler til dæmis talar að því að oft það þannig að kynjafræðingar að tala hvernig þetta menningabundið, þú veist, kallar mér kvenleiki og það að vera kona, Búvar talar að við fæðumst ekki konur, heldur verðum konur, svona heimsækir þetta félagsmótaða, menningarmótaða en auðvitað er þetta samspil og Butler er dálítið þar að tala bara allt sem við innbyrðum, það hefur áhrif á líffræðina okkar. Þú veist, þannig að þetta er alltaf samspil líffræðinar við menningu, við hið félagslega, þannig að þetta er ekkert annarkvort eða, en hins vegar í umræðinni, sérstaklega svokallari anti-gender movement dreifingu sem er svona andstætt transfólki og í rauninni bara hinseginleika yfir höfuð, að þá er verið svolítið að hamra á þessari einföldu grunnskóla líffræði og í rauninni þessari nýlendu hugmyndafræði að karlar séu svona og konur séu svona og það sé eins og það sé einhver fasti á meðan ég meina við getum skoðað svo margar fræðigreinar og séð, já, þetta er ekki alveg svona einfalt og það er kannski bara bóttanlega, þetta er ekki alveg svona einfalt og ef ekki bara leyfa fólki sem að finnur sig ekki innan tvíhyggjunnar
til dæmis sem kynsegin, af því að margt transfólk finnur sig innan kynja tvíeggjunar, bara ekki alveg í því hlutverki sem að því var útlutað og þar erum við að tala um sko kynvitund og svo tjáningu og kyntjáningu og kyneinkenni þú veist, þetta samspil sem miklu flóknara, Arnar talar hans þetta að þú veist, í alvegni nú ég sískynja, þú veist, ég ekki trans, ég hvítur, ég gagnkynhneigður, ég bara inn í norminu, það truflar mig ekki neitt, já, ég með tippi, ég líka með tippi, það þarna, en sko, í alveg, það truflar mig ekki neitt, það truflar mig ekki neitt, hvernig annað fólk kýs að lifa sínu lífi, hvað var það kynhneigð, kyntjáningu, kynvitund, í alveg, það hefur nákvæmlega engin áhrif á lífið og hefur aldrei gert það. Ég hef eins og alveg haft alls konar skoðanir á því, en ég veit að ég dróð þær bara út úr raskatinn á mér. Ég hafði ekkert fyrir mig nema bara eitthvað svona sem ég var að lepja upp úr umhverfinu mínu, sko. Þannig í alveg, stundum mættu við bara staldra við og chilla, sko. Ég veit það. Þetta skiptir ekki svo þessi tilhneiging til þess að skilgreina aðra náttúrulega, sko, ævagömul af því að áður að, þú veist, hinsinnleikin koma, þá vorum við að skipta okkur að því til dæmis kynhegðun kvenna á meðan að kynhegðun karla fekk að vera ótalin allt svo gagnkynhneigð kynhegðun karla, en þá var gagnkynhneigð kynhegðun kvenna sko fordæmd og við höfum rosalega lítið talað um þetta svona sem samfélag, hvernig druslu skömmun hefur sko eyðilagt líf kvenna og sko, veistu að ég hef átt samtöl við mæður sem eiga bara litla stelpur eða þú veist, kannski 15 ára stelpur sem að einhverjum fannst einhver staðar að hefðu farið í sleik við einum og marga og það bara, þú veist, það eru bara teknar af félagslegu lífi þið veitir. Þetta þú veist, þannig að sko þetta tilkall til skilgreiningavaldsins svo sterkt og þetta partur af forréttindunum. Það skal enginn fá að ákveða fyrir sig nema að passi inn í minn hugmyndaheim. Það skal bara enginn fá að fara út fyrir það annars. Alveg eins og konur hafa, þú veist, bara fengið að finna fyrir þessu skilgreiningavalda tilkalli karla, að þá þetta núna farið bara komið víðar. Að því að valdahópurinn rosalega sko þröngsýnn, hann svo hræddur. Valdahópurinn svo hræddur, hann hræddastur við að missa völdin og hann gerir hvað sem Ég bara búin að sjá það. Hann gengur eins langt og hann gengur svo langt að við trúum því ekki sjálf. Hvað hann gengur langt til þess að halda völdunum sínum. Það að því þú talar valdahópa þá rak ég augun í bara fyrr í dag frétt á Vísi frá 2019 það sem að voru, þetta var svona skrifað upp úr einhverju svona pallborði sem að var fyrir kosningar, þar síðustu kosningar og þarna var spurt út í hvað fólki finnst almennt kynjafræði í skólum og þá var verið að tala grunnskólum og innleiðingu hennar og þarna voru Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð og Katrín Jakobs og allt þetta fólk einróma og alveg sammála og ég ætla að fá að lesa upp svolítið skemmtilegt kvót sem að í Sigmundur Davíð sem að var kallar sig fyrirverandi kynjafræðinemenda við Háskóla Íslands og hann segir, nú svara ég sem fyrirverandi kynjafræðinemenda við Háskóla Íslands þó ég hafi ekki tekið próf í greininni en hefur þótt áhugavert. En þetta allt spurningum innihaldið og þetta snýst að kenna börnum og unglingum mikilvægi jafnréttis þá já að sjálfsögðu, sagði Sigmundur Davíð. Og það stóra markmiðið með kynjafræðinni. En hvaðan kemur þá þessi miklu miskilningur innan miðflokksins að þetta sé eitthvað allt annað? Einbeittur brotavilji. Já. Það ekkert hægt að segja þetta öðruvísi. Það bara, hann ætlar bara að stunda pólitík og það pólitíki sem skiptir máli og meðlun gera það ekki. En þú veist, þetta náttúrulega líka bara tíðarandinn. Ég meina, ég sagði fyrir nokkrum árum síðan að nú, væri ég dottinn úr tísku og bara svona almennt, svona, hvað maður að segja, ég var að segja aktivismi og bara svona barátta fyrir einhvern veginn bættu samfélagi. Það bara, fólk eru þreytt á þessu. Nú viljum við bara aðeins fá að slappa af og það í tísku. Það í tísku, ok, ég að passa mig það því ég að tala kynjafræði og ég einhver kennari hvað í tísku núna?
Það er eitthvað allt annað en þetta. Hvað er tísku? Já, ég veit ekki... Ég er að reyna að sleppa að nota orðið, sko. Já, sko, ég veit ekki alveg hvort ég sé endilega alveg sammálaður að það er enda nei. Það er öðruvísi aktivismi. Það er svona... Það er náttúrulega ákveðin hlýðni, orðin útbreytari. Hlýðni við valdið. Og til dæmis finnst mér hérna, þú veist að því að núna erum við bara komin með hugtakið, sko pick me girls, þess að veldu mig, sem er þá hugtak yfir það hvernig konur hafa byggt sig undir vilja karla. Ég veit að ég er að einfalda þetta pínu, en hugmyndaheim valdakerfi karla. Þegar að konur hafa stigið fram og og vilja bæta stöðu kvenna og þá svona bak við tjöldinu þá eru konur hlyntar, en svo þegar það á hólminn er komið að þá einhvern veginn missa þær, sko, þá verður þessi vilji til þess að vera valdar, verða viðurkenndar og verið dáðar af körlunum, hún verður bara yfirstarkari. Það er óttinn við einhvern veginn að missa einhverja aðdáun, held þetta sé, sko. Og ég veit ekki hvort þú varst eitthvað að fara þangað, varst örugglega að fara eitthvað annað. Já, ég segi bara, kannski að því þú talar um pick me girl, sko, kannski er í tísku að vera pick me boy. Já. Þú veist, að einhvern veginn þetta að vera ógeðslega hugrakkur, að segja, kynin eru bara 2, svona fulleringar, að hafa bara mína skoðun, einhvern veginn svona, þannig að, já, í svona milt orðalega að ég upplifi að karlremba sé í tísku og þetta í rauninni þessi einfaldi skilningur einhvern veginn á lífið er í tísku, það virðist verið í tísku að hengja sig á valdakerfið, hengja sig á, þú veist, þessar svona dæmigerðu feðraveldis hugmyndur kallmennsku, dæmigerðu svona heimsmyndum að það séu útlendingar sem að í rauninni sé að eyðileggja samfélagið okkar, að það sé einhver ógn af útlendingum, þú veist, þetta virðist dálítið verið tísku og allt á þessum forsendum, sko, en ég er bara að hugsa um landið mitt, ég er bara að hugsa um þjóðina mína, ég er bara með mína skoðun, þú mátt hafa þína og það er náttúrulega ótrúlega þreytandi sem, sko, hvað að segja, með 5-6 ára háskólamenntun á bakinu að ég sé bara með einhverja skoðanir, þú veist, að ég sé bara að kenna einhverja skoðanir. Já. Þú veist, sumt er bara staðreind og svo getum við haft skoðanir á alls konar öðru. Þú veist, það er miklu nærði að vera skoðun þetta sem að stjórnmálamenn er að orðra stjórnmálamanna er miklu nær skoðun og einhverju hugmyndafræði heldur en nokkuð tíman í rauninni kynjafræði. Algjörlega, það er einhver fagmennska í kennslinu og kynjafræðinu, það er engin fagmennska í orðræðu áhrifavalda. Nei, hún þarf ekki eins og að ganga upp orðræðan, skilur, hún þarf ekki að ganga upp, hún má vera stútfull af þversögnum, en leið og baráttu fólk fyrir mannréttindum, flóttafólks eða eitthvað, leið og það gerir hugsanlega mögulega kannski eitthvað sem er ekki alveg hárrétt, þá samstundis, þú veist, er ekki alveg allt í lagi og þú veist, og hvað þá einhver kynjafræðingur eða feministi, þá samstundis, við munum aldrei sleppa þér. Ég veit rosa gott dæmi ég hitti gamla vin daginn, samkynhneigður kall, og hann sagði, svo gaman að sjá þig, hvenær ætlarðu eiginlega að hætta alltaf að vera með þetta vesen og fara bara að leika leikinn. Það er miklu auðveldara, sagði þessi maður sem var einu sinni svo mikill baráttumaður fyrir mannréttindum sínum og annarra, var allt í einu bara komin á lista hjá ákveðnum hægri flokki og farin að tala svona. En ef þú leikur bara leikinn, það verður allt svo miklu auðveldara fyrir þig. Og ég hugsaði, vá, hver heilaþvoði þig? Og ég sagði, þú veist, þetta bara aldrei. Þú veist, ég bara... Nákvæmlega, þetta er bara algjörlega þannig. En sko, ég veit ekki hvenær var sagt við mig fyrst, sko, eða þú veist, konur hafa náttúrulega bara upplifað það endalaust, sko, ekki vera erfið. Það veist, ef þú standir í lappina þá ertu erfið. Og ekki vera þessi típa. Ég man eftir hún Unnur Ösp, leikstýra. Hún sagði þetta einhvern tímann á UN Women kvöldi. Vá, það er örugglega 15 ár síðan
og þá var hún að segja frá því og þarna var hún bara komin sem fann að standa í lappirnar sko og þá var hún að segja að vinur sinn sem ég ætla ekki að nafngreina hafi sagt við sig það var þessi típa þið vitið og sko þetta er þögguna tilburðir af því að sko svo konunaflega svo innrætt náttúrulega að vera sætar og hlýðnar og góðar og veistu það að stelpurnar mínar það tengja algjörlega við þessu gamlu gildi þessa innrætingu að vera hlýðnar og veistu það var sko sagt mér frá sagði mér frá því að hún hefði verið sendið sálfræðings af því hún talaði svo hátt Já, þið vitið, ég meina og það bara það þannig að það svo skrítið hvaða hefur lítið breyst í rauninni á svo mörgum sviðum en svo reyndar hefum við náð árangri með ýmislegt eins og að kenna kynjafræði sem árangur Já, sem að við þurfum að standa vörðum og þú veist, og maður eðlilega óttast alveg hvaða áhrif svona ofboðslega mikil afbökun, svona orðræða almennt í samfélaginu sérstaklega. Ég getur rosalega margir að sækja í kynjafræði háskólanum í dag, ekkert svona versus það sem var fyrir kannski 7 árum. Ég hef ekki hugmynd það, ég held að kynjafræði hafa aldrei verið eitthvað brjálæslega vinsælt fag svo sem yfir höfuð, allavega ekki þegar ég var þar og þú veist, við vorum ekki mjög mörg að læra þetta, en ég líka bara að tala að því við vitum ávinningin af því að kenna kynjafræði. Við vitum mjög vel á hvaða grunni kynjafræðin, allan við sem erum að kenna kynjafræði og höfum lært hana, vitum alveg, ávinningin. Og ég held að flesti nemendur átti sig á því og flesti skólameistarar og skólastjórar átti sig á því, en ég óttast að eitthvað láti undan þessari orðræðu og þessari aðför að þessu fæi, þessari þekkingu og þessu sjónarhorni á lífi að það verði til þess reynilega að eitthvað fólk verði hrætt í valdastöðum eða hreinlega bara einhverjir ráðherrar ákveða, já nei, herðu það er ómikill hiti hérna, við viljum að bakka þú veist, þannig að þess vegna held ég sem er mikilvægt að fólk einmitt þori að mæta í svona þætti þori að sýna hvað er í gangi og segja hvað er satt og rétt og að þau sem hafi vald þori líka að horfast í augu við að mögulega hafi það látið blekkjast af einhverjum áróðri og humdafræði sem er innflutt endurmenntun á þau bara Já, algjörlega Hvernig, hafið þið ekkert pælt í því að vera bara með kynjafræði áfanga fyrir hægri karla til dæmis? Ég hef gert alls konar í þessum efnum og þú líka ég bauð einu sinni Karlakvöld? Já, ég var með karlakvöld þau komu 3 Ég held líka á það kom 12 Það er það? Já, ég reyndar handvaldi og pínti á til að koma Já, og gastum tyggjó Já, ég klikka alveg á því En ég er búin að halda alls konar námskeið og auðvitað þú líka fyrir foreldra en og meira segja stjórnmálafólk og ég veit ekki hvað en svo er einhvern veginn allt er betra en ekkert auðvitað en þú veist, þú þarft einhvern veginn það sem er svo frábært við kynjafræðina og áfangan að ná einhvern veginn utanum þetta, að ná utanum orsakir og afleiðingar og einhvern veginn skilja einmitt valdatengslin og þú veist, út af hverju er vændi svona útbreitt og út af hverju er það svona kynjað og út af hverju, þú veist, út af hverju er alls konar og þú veist, svona viðfem leit og greining og einhvern veginn, þú veist, þannig að þú kemur út með einhverja heilstæða hugsun sem hefur áhrif á líf þitt og dómgrindina þína og hvernig þú elur upp börnin þín og hvernig ákvarðanir þú tekur, skilur hvað ég meina og hvernig þú bregst við þú veist, einhverjum sem að kemur til þín og spyr, veit hvað ég meina þú verður bara öðruvísi vinur og dóttir og det hele, af því að þú skilur einhvern veginn misrætti og skilur svarið Akkurat Þorsteinn og Hanna, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða mig. Ég getur setja hérna alveg langt fram kvöld með ykkur en ég ætla nú ekki að kýra ykkur það Takk kærlega fyrir mig og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi.
Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.